Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. KEA-kortið minn hagur. KEA-kortið fyrir þig og þína. Ævi mín í pörtum heiti bókar sem Jóhannes Sigvaldason búnaðarráðunautur og tilraunastjóri á Akureyri skrifaði og kominn á bókamarkaðinn. Jóhannes svarðarlingur og ólst upp við sveitastörf stríðsáranna þegar gamli tíminn var að mæta hinum nýja. Æviferill Jóhannesar margt viðburðaríkur. Hann vann fyrir bændur og landbúnað allan sinn starfsferill. Hann virkur í félagsstarfi, fór í pólitík en komst síðar að því að hann botnaði ekkert í henni og hætti. Jóhannes af þeirri kynslóð sem hefur upplifað miklar breytingar. Já, það náttúrulega, ég fæddur fyrir seinna heimsstríð og upplifi landbúnaðinn eins og var frá landnámsöld næstu því. Og svo yfir í það að vera með traktor og svo þegar ég fann að vinna og kynnist þessu þá var þetta orðið gífurleg tækni í fjósum, róbótar og guðum vita hvað. Þannig að þetta orðið gífurleg umbylting og það má segja að íslenski bændur það alveg ótrúlega hvernig þeir gátu tekið allur þessum nýju tækjum og sætt sig við það og unni við það. Ég dáist raunar að því hvað það gekk vel fyrir sig. Á seinni tíma við komin allt nýjir menn og nýjir bændur og þeir þekkja raunar ekkert annað heldur en þessa nýju tækni. Bókin að koma út núna í lok ársins nánast þegar farið að skyggja verulega. Myrkrið í minningunni heitið á einum kaflanum? Já, þetta svolítið fast í huganum að þegar ég ungur alast upp þá engin rafljós í sveitinni. Það bara olíulampar í stofunum og september þegar engin mánuður þá kolsvart að niða myrkur. Það svo svart að maður sér ekki að höns úti. Og það ótrúlegt, ég fór á milli bæja þarna og sá ekki hönd mér en ég rataði samt og fór fram hjá öllu þeim hættum og öllu þeim draugum sem voru í þessu myrkri. Konstant heim, en þetta ótrúlega fast í minningunni, allt þetta myrkur sem var á þessum tíma. Svo koma rafmagnsljósin á hverjum bæ í sveitinni og þá var ekki dimmt lengur því maður sá alltaf hver bær var og þetta var auðvelt að fara Ég upplifði það kannski svolega mikið því ég fer úr sveitinni þegar það bíl sem að rafmagnið að koma, þannig að ég sá eitthvað allt annað rafmagn og allt önnur stað. En hvað með tíman við nútíma fólkið? Við með úr á handleggnum og það klukka í tölvunum og nánast hvert sem litið en hjá þér sem unglingur, þá var nú ekki klukkunum fyrir að fara? Nei, það var nú kannski tiltölulega fljótlega einhver klukka í stofunni sem að sló þar eins og gekk nú gerðist en við á engin og við heiskapinn við höfðum ekki klukku þannig að það var bara farið eftir hver sólin var bara á fjöllum. Við höfum þessi stóru fjöll í Svarfaðardal og það var eftir að fara eftir því hvar sólin bar yfir, hvar klukkan var. Hún var á morgninum yfir fjöllunum bak við bæinn, hún var svo á stólum sem margir þekkja myndum úr Svarfaðardal klukkan 3 og svo var hún klukkan 7 á Hreiðarstaðafjallinu. Þá líka bæði dagurinn að vera liðinn og mín ævi að vera liðin þegar klukkan 7 á Hreiðarstaðafjallinu. Samgöngur hafa tekið miklum framförum. Þú sjálfsagt manst eftir því þegar það tók bara einhverja daga að fara suður til Reykjavíkur. Slíkt ferðalag. Það var nú löngu eftir að það tók tiltölulega stuttan tíma að fara til Reykjavíkur sem ég var heila viku að komast á Reykjavík til Akureyrar. Það var nú annað mál en það var að vetri til og það var snjór og vegagerðin sem opnaði hún venjulega 2 í viku. Hún neitaði að opna Öxnadalsheiðina þegar á þriðjudagi, þannig að við vorum á þriðjudegi í Varmahlíð og verðum að bíða fram á föstudag og þar með tók þetta dálítinn tíma. Þetta var svolítið sérstakt að vera viku úr Reykjavík til Akureyrar 1965 því að þá voru þetta löngu hafnar áætlunarferðir á milli þessara staða og tók nú ekki einu sinni allan daginn að fara undir venjulegum kringumstæðum þó að það verði náttúrulega miklu örðugra áður fyrr. Að rifja upp ævina sína og skrifa hana
niður. Hvernig var svona fyrir þig að flokka og velja? Já, það er að segja, ég kannski flokka heldur lítið. Ég hafði skrifað svolítið pistla í tímarit fyrir löngu síðan og ég leyfði mér nú það að birta það aftur. Síðan hef ég skrifað hitt og þetta svona tímans rás. Sérstaklega var nú vera mín í Kaupmannahöfn við nám svolítið ljóslifandi þannig ég skrifaði nokkuð hana, hún þarna. Síðan gerist það að ég fer hér í menntaskólann á Akureyri að taka stúdentspróf eftir ég búinn að vera í háskóla í Kaupmannahöfn. Ég vildi vera allt mitt nám svona svolítið á afturumæk. En ég var að ljúka því hér á einu vetri og sá vetur var mjög ævintýraríkur þannig að ég var búinn að skrifa dálítið hann. Og svona ýmsa aðra þætti og svo sá ég að þetta var svona komin nánast í heila bók og þegar ég hafði svo árátt að fara í prentverk þá ákvað ég nú bara verður að því við komum þessu bara út. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. KEA-kortið er minn hagur. KEA-kortið fyrir þig og þína.